Góðan daginn, kæru vinir og velkomin í hús. Við erum að fara skemmtilega ferð núna eins og allar hinna ferðirnar og fengsælar hafa nú verið með afbröðum hingað til og við höfum ekki von á neinu öðru en fengsælu í þetta skiptið. Svona því ég er búinn að hneppa tölunni, ég geta með einni hendi. Sjáum hvað setur. Þetta hefði maður átt að gera áður, ekki? Þú hefði nú gert alveg pottþétt. En sem sagt að við erum að hefja ferð í Jesú nafni og ætlum að leyfa honum bara að tala það sem hann vill og eins og hann vill við okkur og við auðvitað væntum auðvitað kærleika hans hálfu og þekkjum hann ekki að neinu öðru en kærleika og elsku og hlýju til okkar þessara ágætu en fallvöltu manna og bresku sem að eigum oft í erfiðleikum með að stjórna sjálfum okkur. Og það er alltilega viðurkenna það að svo sé því að við erum veiklunda vafið fólk og Drottinn tekur okkur með þessa vissu og fullvissu í sínu hjarta að sé. Og því hann gerir sér þetta ljósar öllum öðrum að þá líka vill hann að við séum okkur meðvituð styrk hans og styrkur okkar búi raunverulega í trú okkar sem að heilagur andi sem Drottinn gaf opinberar og lætur okkur finna fyrir í okkur sjálfum. Og þaðan kemur styrkunni sem við eigum. Hann er ekki vöðvastyrkur, það er allt annað. Hann er samt styrkur sem feykir fjöllum, lyftir trjám upp með rótum og svo framvegis og svo framvegis. Þetta er allt saman í andlegum skilningi. Því að fyrirstöður andlegar geta verið öflugar, en þú sérð ekki þær fyrirstöður með berum augum, en andi Guðs í þér sér þar. Ekki nema Drottinn hreinlega bara vilji opinbera þér þessa fyrirstöður. Við munum eftir asnanu sem einhver garpur reið og hann var staður og vildi ekki halda áfram og eigandinn hann tók að berja hann með einhverjum bareflum á baki, var þá á baki og þá sneri mállaus eikur í sér að honum, eða sneri hausnum að honum og spurði hann, heyrðu, af hverju ertu að berja mig? Af því að þú ert svo latur og eitthvað svona, sagði þá eigandinn. Hann var svo reiður, hann tók ekki eftir því að mállaus eikurinn var að tala við hann. Svona getur Guð gert. En svo kemur það í ljós að asninn fór ekki fetið vegna þess að fyrir honum stóð einhver vera frá Guði sem var að hindra þann ágæta mann í að fara þá leið sem hann ætlaði að fara. En reiðmaður, hann sá aldrei þessa fyrirstöðu. En Drottinn gaf asnanum að sjá hana og hann fór ekki lengra en þetta og sneri svo við því að asnanum var ekki, það var engu tauti við skepnuna komið þó að kallinn væri að berja hana með lurkum alveg fram og tilbaka. En það var sennilega ekki fyrir seinna sem að maðurinn áttar sig á, en mállaus eikurinn, hann bara spjallaði við mig. Hann hlýtur að hafa kveikt á perurinn og þarna hafi Guð verið að verki því að ég minnið hann að þetta hafi nú verið eitthvað svona þekktur Guðsmaður á þeim tíma. En þessi maður var uppi á tímum Gamla testamentisins og ég man ekki alveg í hvaða bók hann er þar sem er talað um þetta. En hún er þarna í Gamla testamentinu sem sagt. Þannig að Drottinn getur líka alveg sett upp fyrirstöður í okkar lífi. Og þær kannski birtast okkur þannig að einhvern veginn þá gengur ekki hjá okkur. Við komumstum ekki löndni strönd finnst okkur sjálfum og við erum svona eiginlega hálf máttlaus. En kannski sjáum ekki Guð í verkinu, sumir reynda að sjá það,
En við sjáum ekkert alltaf Guð í verkinu sem yngur allt Satan og sáfrasi allur. En það ekki víst að það sé hann. Þessi miklu ofta bara Drottinn sjálfur sem að stoppa okkur af. Þannig við þurfum að skoða þetta svolítið í því ljósi að við erum trúaðar manneskjur, að við göngum veg Drottins og það hann sem að stjórna okkur og stýra. Ekki ykkur ill vera sem fallin vera var varpað niður á himni og dæmd úr leik hérna á jörðinni. Drottinn dæmdi hann úr leik, þannig kom hún til jarðarinnar, hún var úr leik. En fer mikinn vegna þess að maður misti trúna og hann valsandi á milli þessara trúlausu mann og kvenna, gerandi við þetta fólk það sem hann vill. En Drottinn inn í því dæmi öllu með sitt fólk, sína ljósbera sem skín af eins og ljós. Ljósið Drottinn í hverri og einni manneskju og Drottinn vill að þetta ljós sjáist. Hann segir að við setjum ekki ljós undir mæliker eða undir borð eða hvað sem Við höfum það sem á besta staði í húsinu, hengjum það þar upp, þá lýsir það öllum í húsinu. Við vitum alveg hvernig þetta ef að ljóslukt sett upp, ef hún sett upp á réttum stað, þá lýsir hún nokkuð víða í kringu sig. Og þetta ljós eigum við að vera. En erum við þetta ljós? Við eigum að vera það, og það er vilji Guðs að við séum það. Já, við erum það oft. En eins og við segjum alltaf hér, þá erum við það ekki alltaf. Þetta upp og niður dæmi okkar svona skýrasta vísbendingi til mín og þín og okkar allra þennan veikleika. Þetta engin áfellisdómur yfir einn eða neitt. Það væri rangt að ætla að þetta væri sagt til þess, því að við erum öll undir þessu. Við erum öll undir þessum veikleika. Þetta á við alla. Og ekkert minna kristna menn heldur en annað fólk. Munur kannski á kristnum manni og þeim sem ekki á kristna trú og þekkir Jesús, að þetta kristna fólk það veit af þessu. Það hefur verið sagt frá þessu. Það hefur jafnvel verið kennt hvað þetta og svo framvegis, þannig að það sér meðvitað þennan veikleika og að vera sér meðvitaður eitthvað getur verið nokkuð gott. Þá hefur við alla burði til þess að læra aðeins það, sjá aðeins betur hvað átt við og svo framvegis og það alveg helling styrkur í því. Þannig að við erum alveg á grænni grein, svo fremi sem að Drottinn fá að vera Drottinn í okkar lífi. Hann alveg einfær að stjórna þess og stýra. Ég þarf ekki að hjálpa honum við það. En það sem ég geri að gera vilja hans, sem allt annað mál. Og hver vilji hans? Að ég þjóni sér, að ég sé góðilmur hans, þar sem ég og svo framvegis, alveg svo þú. Það ekkert sett neinar aðra kvaðir á mig en þig og byrði mín ekkert meiri heldur en þín og þín ekkert meiri heldur en mín. Þetta svona jafnar nokkuð byrðar sem að Drottinn setur, en byrðar samt, það getur bara verið ákveðin byrði bara þjóna honum. Það getur alveg verið byrði sem að þú þarft að hafa svolítið mikið fyrir að bera. Að því við erum svo ónýttir til allra svona verka. Við nennum ekki, við viljum ekki gera þetta núna svo framvegis. Þegar við erum í þessum gír, þá sjáum við að trúin ekkert nema byrði. Við viljum gera þetta, en trúin okkar segir að þetta væri rangt af okkur að fara í þessa á. Og hún því orðin fyrirstaða, orðin eins og frammi fyrir astanu þegar guðlega veran stóð bara og asnin komst ekki löndinni strönd áfram. Og trúin getur verið alveg þetta í okkar lífi að við komumstum ekki þangað sem við ætluðum okkur að fara.
og svo á einhvern stað þá gefumst við upp á að reyna að brölta við þetta, en eru þó kannski búin að átta okkur á því að kannski sé nú drottinn bara hreinlega að stoppa og vísa mér þá einhvað annað. Og þá kemur að því að ég þarf að sjá. En þarna er líka lærdómur, þarna er líka þjálfun og við förum að skilja svo margt sem miklu betur en við vorum að gera áður, og það er því ekki sjaldnar sem við erum að draga upp einhverja ranga mynd af því sem við erum að lenda í, heldur erum við bara þetta er orðið miklu svona eðlilegri ganga, hún er orðið miklu léttari gangan að því að við höfum gengið gönguna með drottni og við orðið áttum okkur á því í hvers hönd við höldum, hönd drottins. Og þegar við erum komnir á þennan staði með okkur sjálf og trúalíf okkar, þá erum við komin á nokkuð góðan stað. Og þá eru þessar flækjur, þetta hugarvíl og þessar vangaveltur og pælingar allt og ekki neitt, það er ekkert svo mikið lengur að bögga okkur, plaga okkur. Vegna þess að við höfum leyft trúnni að kenna okkur, þjálfa okkur, segja okkur til. En það er einmitt það sem að trúin vill, hún vill fá að segja mér og þér til. Hún vill alveg hiklaust fá að segja mér og þér til. Engin spurning það. Og þetta er það sem hún gerir, segist gera, vill gera og gerir. Ég þarf semst að stíga út á þetta vatn, vatn, og sjá til, ég sekk ekki. Ég geng á vatninu. Ég geng á vatninu í trú og birtingamyndin af því er Pétur þegar hann stígur úr bátnum og gekk til drottins. En við munum líka hvernig fór þegar hann fór að efa, þá byrjaði hann að sökkva. Og í hvað hönd greip hann þá? Hönd drottins. Sömu hönd og við höldum í á göngun okkar með drottni og erum því mjög vel í stakk búnir að þiggja kennsluna sem hann er með, því hann talaði við okkur á göngunni. Við veitum alveg að þegar við erum á göngu saman, að þá verum við nú ofta að spjalla. Og drottinn gerir það líka. Hann spjallar við sitt fólk. Og ég hygg að þegar Adam var enn þessi trúaði yndislegi einstaklingur, að þá hafi þeir spjallið það sagt frá því að þeir hafi gengið saman í kvöldsvalanum. Ég er ekki nokkur vafa það að þeir vinirnir hafa spjallað margt í þessum kvöldsvala þegar þeir voru saman. Kannski kom drottinn á hverju kvöldi, hverju kvöldi og þeir gengur saman í svalanum. Kannski leiði eitthvað á milli, ég veit ekkert það. En allavega hygg ég að Guð hafi verið að fóðra mannin á fræðslu sinni. Og við sjáum til að mynda eina birtingamynd af því, þegar bendir þar eftir að Eva er komin, og það er kannski ástæði fyrir því hann talar þetta þá, hann segir að af öllum trjánum í garðinu megiði eta af, en ekki snerta tréð sem er í miðjum garði, því að þá munið þið vissulega að deyja. Akkur segir hann þetta þarna? Af því að þau voru farin að tala saman, Adam og Eva. Það var komin önnur manneskja inn í myndina og nú gat Adam farið að tjá sig þess vegna viðra sínar hugmyndir og ég veit ekki hvað sem að bærðist með honum í hjartans. Og konan var náttúrulega eins að því leitið til, hún hafði náttúrulega í sínu hjarta alls konar hugmyndir og bollalenginga og þau hafa verið að ræða þetta örugglega fram og tilbaka, alls konar þætti og þanga. En drottinn var búinn að tala við þau að þið megið eta af öllum trjám í garðinum nema ekki snerta þetta tré sem er í miðjum garði. Og líklega að því að maðurinn er í eðlisfari forvitinn,
hafið farið að leiða hugan að þessu, býtu við, hvað áttum við þarna með þetta tré í garðinum í miðjunni sem við máttum ekki snerta á? Hvaða tré og akkur megum við ekki snerta á því? Og þá munum við vissulega deyja. Og það er nokkuð ljóst að þegar að þau hitta svo þessa veru sem er þessi fallni engill Satan, að þá hafa þau spurt hann að því, býtu, akkur megum við ekki snerta af þessu tríi? Við megum eta af öllum trjám. Þá kemur hann með lygina, því hann er faðir lygina. Vissulega munið ekki deyja, en þau munu verða eins og Guð, þau munu verða Guði lík, eða eta af þessu tríi. Og við veitum alveg hvað áttir við. Að þegar að þau láta til leiðast, það þurfti kannski svolítið tíma fyrir óvinnin að sannfæra það það, þetta væri nú ekkert mál að gera þetta. Og við þekkjum þennan mjög vel í dag, hve oft hefur það ekki verið reynt að gera við okkur, að sannfæra okkur eitthvað sem við ættum bara aldeilis ekkert að snerta á. Það var líka þá, þetta byrjaði þá. Semst að hann gefur sér allan tíma, ódómarinn, til þess að sannfæra þau það sem hann vildi alltaf ná fram. Hann vildi komast inn í lífið í gegnum þau, þessar tvær manneskjur, Adam og Eva, og hann gerði það með því að fá þau til þess að gera það sem hann var að pæla. Og það er ennþá þannig að við erum að gera verk óvinarins og það sem hann er að pæla á hverjum tíma, og við sjáum að þessum pælingum hans hvað í honum býr. Það er ekkert nema illska þar, og við segjum heimurinn býður okkur vonda daga. Af hverju? Heimurinn er fullur af fólki og megnið af þessu fólki lítur stjórn óvinarins, síns eigin óvinar, á þess í raun og veru að átta sig á því að það lúti stjórn óvinarsins. Þetta er merkilegt. En þetta er það sem að gerðist. Og þetta hefur verið baráttumálið. Þetta hefur verið vandamál heimsins alveg fram á þennan dag. Þetta vandamál, það byrjaði þetta strax og Drottinn sá það að það hafði gerst eitthvað. Og hann sá að í garðinum, ég held að þetta sé bara mynd af himnaríki sem hann er að benda þarna á, í garðinu gat það ekki verið. Og þetta er ennþá með þeim hætti í dag að í garðinum getur vantrúin ekki verið. Drottinn opnaði hins vegar leið að þessum garði, að þessum hliði lífsins tré og öllu því, í gegnum lifandi Guð, í gegnum sinn son. Við sjáum í Matteus og Guðspjalli, þegar að Kristur gaf upp andann, þá rifnaði fortjaldi í tvennt. Og þessi vegur til lífsins og hliðið allt saman það blasti við. Þetta leiðin, það var búið að opna hana aftur. En þessi leið var einu sinni til. Hún var einu sinni virk og fín og flott, og fyrsti maðurinn og fyrstu tvær manneskjurnar voru á þessum vegi. Þannig hann var alltaf til, alveg frá grundvöllum heimsins, veraldarinnar, var þessi vegur til. En hvenær hann er síðan virkjaður er allt annað mál. Það er alveg ljóst að það hefur ýmislegt verið búið að gerast á jörðinni áður heldur en að maðurinn kemur. Við vitum alla dýraflóruna. Þau eru öll komin þegar maðurinn kemur. Hann er svo síðasti að sjá sem að Drottinn skapar á þessari jörð. Við sjáum þegar Adami var farið að leiðast, hvernig Guð afgreiddi það mál. Og það segir í orði Guðs, hann lét öll dýrin koma fram fyrir Adam. Því hann vildi athuga hvort það fyndi eitthvað félagskap þar. En niðurstaðan var ekki hún að Adam fyndi þar eitthvað fyrir sig, og Drottinn skapaði handa honum manneskju eins og hann
er sjálfur hugsandi vitsmuna veru, hann gaf honum konu. Og maðurinn sem sagt fékk þarna konu og hann gat henni börn og ég veit ekkert hvort þau voru mörg að fá og kannski voru þau mörg börn Adams og Evu en þau allavega, hún getur af sér afkvæmi og þau mörg sjálfsagt. En þarna líka byrjaði að menn fóru að velta vöngum yfir ýmsu og jafnvel tala sig til upp í alls konar. Nú var það hægt. Einn maður getur ekki tala sig þannig sér til eitt og annað. En þegar önnur manneskja er komin með jafnvel gjör ólík sjónarmið og viðhorf heldur en einstaklingurinn, segjum Adam, og það er alveg trúlegt að Eva hafi, hún var allavega annar einstaklingur með sín sjónarmið á öll og engu bara eins og ég og þú. Og það fer ýmislegt að fæðast fram af þessu. Þannig við sjáum að það er alveg skiljanlegt að Drottinn leggi þeim línurnar. Hann segir, þið geti snætt ávexti allra trjáa í garðinu, en þetta hann í miðjunni skuluð þið láta eiga sig. Eitt tré af kannski 1000 trjáa sem öll báru ávexti. Hann bannaði sem sagt að snerta það að vera neitt að kássast í kringu það, sem þeir alveg greinilega gerðu og það var þeirra fall. Og þetta fall er ennþá við lýði, við erum ennþá þetta fallna fólk nema það af okkur sem að Drottinn hefur reist upp og togað yfir til sín og við getum kannski sagt að yfir til aldingarðsins Eden, þar sem að þessi sveipandi sverð voru sett fyrir hliðið á til að enginn kæmist þar inn, þau eru ekki lengur, Drottinn afnam þau, settu þau til hliðar, nú geta allir þeir sem að Drottinn velur og vill farið inn í þennan garð. Þetta er svona andlugu staður nokkar. Og þessi garður má segja er til enn. Inn í þessum garði eru til að mynda söfnuðirnir, er til að mynda kirkjan, er þetta kirkjulega starf, fræðsla sem að söfnuðirnir eru að fá og frambera fólkinu sínu, má segja, inn í þessum garði. Það má alveg segja að þetta sé með þeim hætti. Þannig að garðurinn, hann hefur verið til, eða hann hefur alltaf verið til, en var virkjaður á nýjan leik þegar Kristur fyllti loftstofuna, fólki sem þar var, allt heilugum anda. Þá sem sagt hófst þetta starf og menn fóru að vinna í þessum garði Eden og fara þaðan út til boðunar, til verka, til þess gagngert að fá fleiri inn í rann Guðs. Já, ég er ekkert viss að það sé neitt svo rosalega röngu kennsla þó að maður bendi á aldingarðin Eden sem þetta svæði, sem kirkjan hefur í dag. Hvar er hann þessi garður? Veit einhver hvar hann er? Ég held að viti það enginn. Við getum bara sagt að hann sé þetta andlega svið sem kirkjan starfar á. Við sjáum að það er bara það sem að Kristur er boðaður. Það sem að heilagstanda fyllt fólk þar er hann þessi garður. Þar er kirkjan. Biblían talar um það að þar sé kirkjan. Og ég trúi því að kirkjan í raun og veru sé inn í þessum garði. Svona, já, þetta er svona andleg mynd sem verður að draga upp. Ég trúi því að þetta sé andleg mynd sem að Drottinn er að draga upp fyrir Adam og Evu þegar hann talar þegar hann talar við þau og fræður þau, þá er hann í raun og veru að fræða þau á andlegan hátt. Því að Adam var alveg eins og ég. Hann var andi, sál og líkami. Hann var andleg vera og hann var líkamleg vera, bara eins og ég í dag.
En svo kemur þetta skaðræði sem heitir Satan, og ég brott Satan, segjum við, og með miklum mikilli þrömu rödd stundum. En hann bara lagður á velli. Við erum að muna að hann búið að leggja hann að velli. Þannig að hann ekki neitt þetta skaðræði sem að ekki fyrir okkur, hann náttúrulega skaðræði, en hann það ekkert hjá okkur. Halló. Kristur búinn að sigra. Við sjáum algjör yfir og hans yfir þessum einstaklingi, Satani, í freistingagöngunni. Það svolítið merkilegt að skoða freistingasöguna, hvernig hún að hann hittir Jóhannes frænda sinn, og Jóhannes eiginlega vill ekki skýra, hann segir að mér ber að skýrast að þér og þú kemur til mín. Og Drottinn segir, láta þetta nú eftir til að við fullnægjum öllu réttlæti. Og hann lét eftir honum að gera þetta, og hann fer undir vötnin og stígur upp, og hann kemur eins og dúfa yfir hann, sem var þó þessi heilagi andi. Og hvað gerist í framhald af því? Hann fer beint út í eyðimörkina, og þar hefst þessi freistingaganga hans. Þau eru að athuga það að þegar Kristur fer, þá það fylltur sama anda og ég með í dag, heilögum anda. Og það í anda þessum sem að svarar Satan. Og hann byrjaði á því að fasta í 40 daga, og eftir þessa 40 daga þá hann farið að hungra, við skiljum það nú. Þá kemur hann með fyrstu freistinguna. Aha, ef þú ert sonur Guðs, hann sagði, ef þú ert sonur Guðs, þá breyt þessum steinum í brauð. Hann ætlaði bara, og sagði hann að fá þig nú að borða, ef þú ert Guðs sonur, þá það nú ekkert mál fyrir hann að breyta brauðinu steinunum í brauð. Eigi lifi maðurinn og brauði einu saman, heldur hverju því orði sem framgengur munni Guðs. Orðin voru nú ekki fleiri en þetta, og hinn mát. Þannig að við sjáum, og svona hélt þetta bara áfram, þannig að við sjáum yfir á hans, yfir óvininum, algjör. Orðans gjörsamlega stoppar hann hvenær sem orð Guðs talað. Og þessi orð fyrir anda þinn og trú á Jesú búa í þér. Eigi lifir maðurinn og brauði einu saman, heldur á hverju því orði sem framgengur af munni Guðs. Það þetta sem við gerum. Þannig við sjáum að hann getur ekki verið valsandi eins og við viljum vera að láta. Hvaðan þetta komið, ég bara vistu það, ég veit það ekki. Ég veit það vegna þess að Drottinn hefur sýnt mér það svo oft að það býr alls konar í mér. Alls konar kenndir í mér. Alls konar fyrirstöður búa í mér. Ég get verið fullur af kvíða, ég get verið fullur af ótta. Ég get verið fullur af hugsunum sem að búa til þessa fyrirstöðu og hina. En hver raunveruleikinn? Já, hann enginn. Þetta bara til í höfði mínu. Og þú segir þetta með mér því að þú ert ekkert öðruvísi en ég að þessu leyti. Vissulega fyrirstöður. Við sjáum fyrirstöðu sem að asnagreyið varð fyrir og reiðmaðurinn eigandans barðan alveg svo hund. Hann var fyrir utan það, lá nú alveg svakalega illa á kallinu, hann sagt frá því. Hann var alveg rosalegri vílu og það bitnaði á skepnunni. En asnagreyið sá það sem kallinn sá ekki. Hann sá þessa fyrirstöðu. Og svo var náttúrulega drottnin óboðið, því að hann var engu tauti komið við
ágætan mann, þá lét hann bara kallið að asnan tala við hann. Akkur þetta berja mig svona húsbóndi minn, kannski ég man ekki hvað hann sagði. Þú ert svo latur og leiðinlegur eitthvað og ljótur og ég veit ekki hvað, það er kallinn alveg foxillur. Kveikti ekki að hann væri að tala við skynlausa skepnuna. Svona Guð. Hann reynir að tala til mannsins þegar hann getur. En sjáum líka að þessari mynd, við erum svolítið að fara úr einu í annan nú, en við sjáum á þessari mynd hvernig maðurinn, ástandið á manninum er algjörlega út úr kú stundum. Við sjáum að kallinn var foxillur. Man nú ekki alveg af hverju hann var það, er langt síðan að ég hef lesið þessa sögu, hún kemur bara svona upp í hugan, svona bara af talinu. En það var alveg ljóst að kallinn var foxillur. Og þá var nú orðið slatti fyrir Guð að komast að okkur. Hann bara náði engu sambandi við hann og hann náttúrulega gat stoppað hann, því að ef Guð ákveður eitthvað þá er það bara þar. En það er alveg ljóst, tel ég, að hann vildi að þessi einstaklingur sæi þessa fyrirstöðu. Að Guð var að setja fyrirstöðu upp fyrir hann til að hann færi ekki þessa leið. Og hann auðvitað fór ekki þessa leið. En asninn sá hana, en hinn hefði mögulega, hugsanlega, átt að sjá hana. En hann var svo grimmur, hann var í svo vondu skapi að það var allt bara svart. Hann sá ekkert nema þetta vonda skap sitt. Og stundum erum við þarna. Þannig að við sjáum að tala Guðs orð, vera undir afli Guðs orð, er bara daglegt viðfang. Hvað var til þess að hann fer í svona svakalega vont skap, þessi ágæti maður? Hvað er það sem veldur því til að mynda þegar þú ferð í þitt allra versta skap? Kannski er ástæðan ekki svo rosalega merkileg. Kannski var ástæðan ekki neitt svona í hendi. Kannski var ástæðan bara eitthvað hugarvíl, einhverja hugsanir sem geystust í þér og byggu til þetta ægivonda skap. Þetta er maðurinn, þetta er veiklundaður maðurinn. Og segið svo að við þurfum ekki á Jesú að halda. Það er bara það sem við þurfum. Við þurfum mikið á honum að halda, við þurfum ofta á honum að halda, við þurfum alltaf á honum að halda. Það er nú það sem maður hefur lært í gegnum sína löngu ævi og ströngu. Við þurfum á Jesú að halda og ég hef aldrei veiklast neitt í þessu. Ég hef aldrei efast neitt þetta að þetta sé neitt annað en satt sem ég hef verið að segja. Dagleg ganga með Jesú er það sem að lyftir okkur upp, heldur okkur á staðnum sem Drottinn vill að við séum á og ekkert minna heldur það. Þetta eru bara áréttingarnar mínir kæru vinir sem að Drottinn vill að við séum undir og höldum í alla daga, frá morgni til kvöld og leifum að vinna í okkur og sjá okkur, annast okkur. Já, Adam og Eva voru í garðinum og þau féllu lappirnar og sjálfa sér og Drottinn sá að við svo búið gat ekki verið og þau þar með búin að útiloka sig úr þessu paradís sem garðurinn þessi hefur greinilega verið. Við vorum að tala á það að það væri bara eiginlega mynd af ríki Guðs. Og hann bara hendir þeim út úr garðinum og gengur þannig frá málum eins og hann gerir allt fullkomi að engin leið var fyrir þau að komast inn aftur. Þessi sveipandi sverð, ég veit ekkert hvað það er, en við veitum að sverð, beitt sverð, að þú fer nú ekkert svo glatt í gegnum þau, þú bara höggvaði í spað, sennilega verið eitthvað svona, það komst allavega enginn þar inn.
En svo kemur Kristur, vinnur sína vinnu, gengur frá öllu sem hann átti að ganga frá og þá var þessu svipt burt. Og hvað kom þó í ljós? Vegurinn. Þessi vegur sem við komstum á og erum á, göngum hönd í hönd með Jesú á þessum vegi, hann í garðinum, segi ég nú bara. Það ríki Guðs. Það eru söfnuðirnir, það kirkjuleg starf, það krossin í öndvegi. Krossin sem gefur af sér líf, fæðir af sér líf. Það sem lífið allt snýst það snýst krossin. Blóð Jesú sem lag á jörðina til lækninga þjóðunum. Þetta allt saman virt. Þetta það sem við þurfum að muna. Þetta það sem við þurfum að kenna, segja frá og vera undir og vilja vera undir þessu. Það bara vilji Guðs að við gerum það. Við eigum að hlýða Guði. Af öllum trjám í garðinum megið þið eta, sagði hann við Adam og Evu. En þið megið ekki snerta tréð þá munið þið vissulega deyja, en ódámurinn, nei, það ekki deyja, það var nú eitthvað miskilaðan þarna. En hann vissi nákvæmlega að þannig yrði það. Og honum var samum það. Algjörlega samum það. Við slakkur í. Það var búið að svifta öllu. Það var ekki neitt. Og að því hann ekki neitt, getur hann ekki verið þessi endalausa ógn sem við erum allt og oft að tala tjá okkur Það svolítið síðan, og ég hef oft verið að tala þetta hérna, að ég sá þetta, ég bara af orði Guðs, Biblíunni minni. Við erum ekkert búin að gleyma henni það. Það getur ekki verið að hann sé þetta sem við erum alltaf að tala og maður sem sjálfur tók undir. Það getur ekki verið að þetta sé svona. Ég hef fjarlægt þetta úr minni bók þannig séð, en ég veit af þessu öllu saman. Við höfum svo margt sem segir okkur hvað skeði. Við vorum að tala hérna freistingargönguna. Við sjáum þar hvernig hann afgreiddi þessa veru með orði Guðs. Það voru ekki slagsmáli þar. Hann bara henti á hann orð Guðs. Og hinn þagði. Kom svo með annað. Og það var sama. Hann fekk fram hann þessi orð Guðs og þagði. Og svo hélt það áfram í einhvern tíma. Orð Guðs og hann þagði. Hann talaði, varpaði fram einhverju. Svo fekk hann fram hann þessi orð Guðs og hann þagði. Já, hann getur alveg mögulega að tala við okkur. Úr því hann gat tala við Krist, þá getur hann sjálfsagt að tala við okkur. En við svörum eins með orðið Guðs og hann þegir. Hann ekki vandamálið. Hvað þá vandamálið? Vandamálið það að ég ekki að sjá og skilja trúna mína rétt. Það ekki frekar vandamálið? Og ég átta mig ekki á því, allavega virðist svo vera að menn sé ekkert átta sig á því, að þetta býr allt í mér sjálfum. Við munum og þekkjum að við erum að fara að gera eitthvað. Okkur líst ekki á það. Svo kemur kvíðin upp. Og við erum allavega jafnir konur á þann staði við, ég held ég fari ekki neitt í þetta. Af hverju? Hver var fyrirstaðan? Þú sjálfur, ég sjálfur. Ég var fyrirstaðan. Við vorum fyrirstaðan hvert fyrir sig. Er það ekki rétt hjá mér annars? Þannig þetta. Þannig þetta, minn kæri vinur. Það því alveg eðlilegt að við tölum með þessum hætti. Að því við þekkjum orð Guðs
og Guð gefi að ég og þú við sjáum þetta þeim augum sem Drottinn sér. Það held ég að sé farsælt líf fyrir hvort sem er mig eða þig. Og við verðum, að því við erum fólk, vitsmjöla verið, að bera ábyrgð á okkar trú. Við verðum því að fóðra okkur og fræða okkur á beint úr orðinu, því að við getum það. Orðið er til þess að við fræðum okkur beint úr því. En við höfum samfélagið, við höfum ræðumanninn, við höfum sönginn. Það er allt saman partur af þessu öllu saman, en í grunninn liggur kennslan á mínum eigin herðum, beint upp úr bókinni, sem við erum svo sem dugleg við að lesa í, en þaðan kemur þessi grunnu sem hver og einn þarf að byggja sína trú á. Og maður og kona sem gerir þetta á grænni grein, og hún vex í sinni trú og meira að segja, sjá þetta sumir í kring, að þessi manneski hefur nú vaxið býsna mikið frá því við sáum hana fyrst, tala nú ekki um það. Það er vegna þessa að hún hefur verið að gera það sem hún gerir og gert það rétt. Vaxtarskilyrðin liggja í orði Guðs. Skilningurinn kemur að því sem þú ert að gera, hver útskýri fyrir þér, heilagur andi í þér. Það heitir opinberun. Og svo gefur Drottinn þér að tala út og einhverju heyra og fá svona sína vitrun sem að dýpkar skilningin, þannig notar hann okkur saman. Við getum öll tekið undir það að af ræðunni hefur skilningurinn dýpkað. Stundum ert þú ræðumaður, stundum er ég ræðumaður, stundum ykkur allt annar. En ræðan hefur þá þann kraft að eitthvað í henni getur dýpkað skilning minn, og það er málið fyrir mig. Og það er það sem að ég prívat vill. Ég vill að ræðan geri það að verkum að minn skilningur dýpki. Sömu kröfu átt þú að gera líka fyrir þinn skilning. Þetta er eitt af því sem gerir að verkum að bæði ég og þú, við viljum og ætlum að bera ábyrgð sjálf á okkar trú. Við ætlum ekki að setja þetta upp í hendurnar á söfniðinum eða forstöðu fólkinu. Það er þarna, það þarf að vera þarna. Þú þarft líka að vera þar. Af því þú þarft að vera í samfélagi annara kristinna manna. Einkum og sérlega það sem að samfélagi gerir. En þú þarft að bera sjálfur ábyrgð á vissum þáttum hjá þér að þeir fái þau vaxtarskilyrði sem þarf. Þetta er eitt af því sem að Drottinn sýndi mér mjög fljótlega á minni trúargöngu. Og ég hef aldrei veiklast neitt í þessu, ég hef alltaf styrkst í þessu frá degi til dags, má segja. Þannig við erum ekkert að tala neina staðlausa stafi, við tölum í raun og veru af reynslu sem við erum að tala svona. Þar kemur reynslan alveg rosalega sterk inn í. Kennsla sem byggir á reynslu, guðlegri reynslu, rétt uppbyggðri reynslu, er öflug og máttug kennsla. Og það geta allir menn staðfest sem að til þekkja, og hún er mögnuð og hún er máttug. Allt vegna þess að við, ég og þú, höfum alltaf borið gæfu til að bera ábyrgð á þessu sjálf. Og hvernig þökkum við? Auðvitað Jesú. Það er þetta sem hann vill sjálfur. Hann gaf einstaklingi trú. Og þessi einstaklingur, ef hann skilur hlutverk sitt rétt, tekur þessu strax alvarlega og segir, ég þarf að bera sjálfur ábyrgð á þessu.
og það skal vera hans gæfuspor og hvers manns gæfuspor sem áttar sig á. Drottinn gefur ekki þetta einhverjum einum einstaklingi. Hann gefur þetta öllum einstaklingu sem hann tekur að sér, annað síðan hvort að einstaklingarnir veiti þessu einhverja athygli. Það er allt annað mál. En menn fá þetta alveg hiklaust til sín, svona kennslu. Í Jesú nafni. En er þetta ekki orðið ágætt í dag? Og Konráð Rúnar Friðriksson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram, af því að þú ert eiginlega að biðja það ekki. Í Jesú nafni.